Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Helgi og hljóðfæralekararnir ætla að trilla líðin á græna hattinum á sunnudagskvöldið. Helgi Þórsson, forsprakkin, leyfum okkur að segja það, er komið til mín í settið. Sæll Helgi. Já, blessuð og sæl. Og velkomin. Takk fyrir. Hvernig liggur það þér í dag? Bara fínt. Ég er bara góður í dag. Þetta því að maður er nú í búskap þarna inn í sveitinni, sko. Það var þetta alveg kærkomin rigning. Já. Já, líka brjálaður heiskapur í gær, sko. Já, þú ert byrjaður að slá bara á fullu. Já. Það er svo gott veður í Eyjafirðinum. Því ég aldrei síðan að. Þannig að maður sat á traktornum í 11 tíma í gær og hamaðist, þannig að þá er gott að fá bara rigningu og góð afsökun fyrir Já, góð afsökun fyrir að slaka á og kannski að æfa sig aðeins fyrir helgina. Æfa sig, taka nokkrar arbeigur og koma sér í form, sko, líkamlega og andlega. Já, þetta getur oft verið mikið líkamleg átök, tónleikarnir ykkar. Já, það er sko, og því ég spila ekki á neitt hljóðfæri, sko, þá er það bara mitt hlutverk að syngja og dansa, sko, koma með orkuna. Í staðinn, já. Og maður er alveg, já, ég held að sé nú vissara, sko, að halda sér í svona sæmilegu formi, sko. Já, slemmt maður söngur farin að mása þegar tónleikarnir eru hálfnaðir. Já, það gengur ekki, sko. Er margir samt alltaf í toppformi þegar maður er bóndi? Það er svona aðeins finna það á skrokknum á mér, sko, það er pínu svona, stundum finn ég sem sagt árstímabreytingar, að maður er bara fjandi sterkur á vorin eftir heiburð. Svo ef maður er mikið bara í vélavinnu og þess að ára sumrinu, þá kemur það fyrir að maður finnir það á haustinu, maður er búinn að linast aðeins upp, sko. Já, búinn að sitja mikið í traktornum. Já. Heiskapurinn er náttúrulega ekki sama erfiðisvinnan og var einu sinni. Nú er maður ekkert að bera, maður getur eiginlega ekki borið þessa rúllubagga. Nei, sennilega ekki. Þannig að nei, hann er ekki sama svona líkamlega. Nei. Sko. En tónleikarnir á sunnudaginn, þeir hafa nú komið með eitthvað nýtt efni, allavega eitt lag. Já, við vorum bara að á dögunum, þá vorum við að smella saman nýju lagi sem heitir Beinin mín á sporbaug. Já. Og okkur fannst það svo flott að við ákveðum bara að gera svolítið úr þessu, þannig við fórum í að gera tónlistarmyndband við þetta. Já. Steini bróðir, öðru nafni Aðalsteinn, hann svona græjaði myndina, sko, og við svona unnum þetta í sammenningu. Já. Og þetta er komið á YouTube-ið. Þetta er komið á YouTube-ið. Beinin mín á sporbaug. Beinin mín á sporbaug. Það er hægt að hita sig upp fyrir kvöldið. Já. Og Beinin mín á sporbaug, hvaða pælingar eru þarna í gangi? Þetta er náttúrulega djúpt. Við erum oft svolítið... Það gefur skilja. Við erum oft álítið djúpir þarna í þessari hljómsveit. Já. Og þetta er náttúrulega þetta er svona líf og dauði svolítið. Og það kemur sko þannig í textanum Beinin mín á sporbaug. Hvernig er þetta? Beinin mín á sporbaug. Möttulstrókur í hálsinum. Beinin mín á sporbaug. Allar sviðsmyndir sýna þig á undirkjól. Beinin mín á sporbaug. Upptök skjálftans í hægra hnénu, beinin mín á sporbaug, göndull jarðar pinnstífur. Þannig að þetta er allt svona... Það eru einhverjir undirtónar í þessu. Þetta er svona tvírætt en svona að reyna að sækja þarna yfir í sko vísindahugtök eins og að vera með möttulstrók í hálsinum. Þetta er svona hugtak sem er venjulega algjörlega tengt sko jarðfræði en ekki tilfinningalífi, sko. Nei. Og upptök skjálftans í hægra hnénu. Hvar voru upptök skjálftans? Jú, þau voru þarna einhverja kílómetra undan Kópaskeri. Já. En í þessu tilfelli þá verður það í hægra hnénu sem náttúrulega getur líka haft fleiri vísbendingar. Já. Þannig að ekkert er of djúpt fyrir Ekkert er of djúpt og það var að lesa eins mikið og maður getur í þetta. Sálarlífið lesið á jarðfræði, sem sagt, eða svona jarðfræði skala. Já, þetta er mjög áhugavert. Þetta verður gaman fyrir gestir tónleikana að taka þátt í þessu. Að grufla í þessu. Já.
Já. Þetta ekki bara rugl, Helga og hljóðfæraleikara tónleikar, þetta er meira... Nei, ég hugsa að flestir séu búin að átta sig á því. Þetta er meiri andleg upplifun. Og þú hefur mjög gaman að því að semja texta, eða ekki? Já, ég geri það. Þetta kemur í bylgjum og þetta nú svona svolítið eins og allir sem að semja með þetta að kannski hugmyndinar meira og minna koma, en þetta svolítið snýst að klófesta þær áður en þær fara aftur. Hvernig gerir maður það? Skrifa niður? Já, eins og fólk með draum á þessu. Maður vaknar og, merkilegu draumur. 10 mínútum seinna, býtu, hvað dreymdi mér eftir, sko? Já. Þessar hugmyndir hegða sér alveg eins, það svona... Ertu alltaf með svona bók á þér sem þú getur skrifað niður þegar þú farið hugmyndirnar? Já. Það eru bæði eldhúsrúllur og innkaupamiðar og allavegna sem hafa þjónað þessum tilgangi. Það er mjög mikilvægt að muna. Lifa allar hugmyndirnar af? Komast þær eitthvert í tónlistarmeistaraverk? Nei. Það er samt oft gaman, gaman þegar maður rekst á gamlar svona skruddur. Þá sér maður að þarna er eitthvað svona frækótt setning, 2 orð eða eitthvað slíkt sem að síðan hafa lifað áfram í einhver ár og svona velst á pappírum og í heila búinu og svo allt í einu finna þær einhvern veginn rétt samhengi og halda áfram. Getur kannski týnt svona aðeins til og búið til einhverja ennþá dýpri hugmynd. Já, og svo líka með þetta með tíman að maður sér þetta svo vel að sem sagt að þegar maður rekst á gamla hugmynd þá er svo auðvelt að sjá þá er þetta bara eins og sjálflýsandi þetta er gott, þetta er vont. Já, þegar þú ert búin að öðlast einhverja fjarlægð frá því, þá er það auðveldara að sjá það. Þegar maður er í miðju hjakkinu þá einhvern veginn, þá sér maður þetta ekki. Það var allt góð hugmynd. Já, það getur verið það. Sérstaklega ef maður fær sér 2 bjóra. Já, ekki skemmir það. Það er gott hjá mér. Ég er bara svo Jónas. Heyrðu, Helgi, þú ætlar að flytja fyrir okkur 1 lag. Já, ég ætla að rembast við það. Þú ætlar að rembast við það, við lögum til. Þó ég sé ekki hljóðfæraleikari. Takk. Já, þú ert það núna. Takk kærlega fyrir og við bara hvetjum alla til að kíkja á Græna á sunnudagskvöldið, Helgi og hljóðfæraleikararnir. Og svona endum við föstudagsþáttinn í kvöld. Nú geta allir komið sér í föstudagsgírinn því hann Helgi ætlar að taka fyrir okkur 1 lag. Það er september og nýfallinn snjór á túninu. Lóunum er kalt á tánum, þær að fara. Húka, 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 ha. Til Afríku. Það er september og lóurnar eru hættar að syngja dýrðin, dýrðin, þær væla bara í vindinum. Þær að fara. Húka, 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 ha. Til Afríku. Ég að hugsa að fara með þeim ef að ég má. Húka, 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 ha. Til Afríku.